Það nóg að gera hjá okkur þessum tíma. Við erum að tala sjálfstætt fólk. Ég ætla að vona að allir hafi lesið heima. Hvað fannst ykkur Rósu? Hún var náttúrulega ólétt þarna í kaflanum. Talandi óléttu! Jæja, ég vona að allir hafi svona borðað vel í jólafríinu og svona. Stelpur, sko, mæli með því. Get borðað eins mikið að þið viljið, þú veist. Bara afsökun fyrir öllu, sko. Ég borða alltaf bara eins og ég vildi. Mæli með, sko. Sjáu nýju skóna mína. Valli var að splæsa, sko. Alltaf að tala að ég þurfi alltaf að vera í eitthvað svona góðu til þess að passa bumbuna og viljum nú allt sé heilbrigt og gott. Jæja, nóg mitt persónulega líf í byrni. Ég glósa aðeins hérna sjálfstætt fólk, ha? Matabánastur, hvað ég hafa með mat? Bara yngar vilja kjúkling, mér samt svín. Ég veit ekki alveg. Hvað mætti ég bjóða Freyju? Ég veit ekki hún eitthvað, ég veit það ekki. En kannski, ég er samt svo þreytt eitthvað. Ég veit ekki hvort ég ætti kannski sleppa þessu. Hvað finnst ykkur? Svín? Góð hugmynd, Raggi. Ég veit samt ekki alveg sko hvort sé eitthvað. Þú veit alveg hvernig svínakjöt þetta ekki, þú veist, barnið, aðeins að hugsa sko. En kannski fáum bara grænmeti eða eitthvað en, ég veit það ekki, kemur bara ljós, kannski, ég veit það ekki. Það tekur á að vera svo óléttur maður. Jesus! Svo, ef að kíkja skóladagatalið, vitið þið hvenær ég á að eiga, það í lok maí, byrjun júní. Nei, skýt ég maður þess að. Upsi, tala virkar ekki, kann ekki alveg á þetta. Þetta er eitthvað frosið eða eitthvað. Jæja, allavega þá ég eiga þetta í byrjun júní og við fylgjumst alltaf með á Facebook og treystið því. Gregor, ég held sér hvað gerst, svo svarið það. Það kom bara fyrir hvaða tíma. Nei, bara grín. Við erum bara í góðu standi. Valli, hæ! Við þurfum að fara það, Björg. Ok, að koma. Jæja, krakkar. Jæja. Ekki bara sýna sóma í dag. Og byrja okkur bókakynningu. Mér skilst að Hafdís ætlar að kynna fyrir okkur hérna barnabókina. Er það ekki rétt, Hafdís? Já, herra afmælisdagur fjallar sem sagt það að maðurinn er að skipuleggja hér afmælisveislu og blása upp öðru svona. Er þá svona þannig að þetta er svona myndlíking? Þessi saga, svona eins konar myndlíking fyrir þroskasöguna það hvernig svona við þurfum að fara yfir ákveðnar hindranir á lífsleiðinni til þess að geta skilið mikilvæga afmælisins. Er það ekki þannig, Hafdís? Jú. Nú eftir ég hafa lesið þessa bók einu sinni. Já, hann herra Klaufi. Hann er svona fullkomin birtingamynd breiskjusemi mannsandans. Og hvernig hann hefur verið svo mikilvægur fyrir þroska okkar allra. Kannski hugsanlega besta myndlíkingin sem ég veit Ég bara veit ekki betri bók það hversu ríkur mannsandinn og hversu mikilvægur þroskinn og afmælin og þannig Já, þetta minnir mig á einn mann sem á bílunni hjá mér og konu minni. Hann sem sagt að gera svona vatnslíkamyndir af afmæli og afmælissterkjum. Já, en afmælin þau hafa mikið uppeldisgildi. Og þetta svona tvíræddað hugsanlega í hvernig ég les í þetta. En hvað finnst þér þetta, Sigurlaug? Átt þú kannski afmæli í dag? Já, ég er sammála þér. Stórkostlegt!
stórkostlegt. Sómi.